Þetta verk 2003 eða 400 ára, stað þar á milli og gildi þessi meðal hans fólki í því. Og það samið af manni sem hét Aristófanes. Hann var gamanleikjaskáld og samtímamaður Sókratesar og Plató. Hugmyndir Platós ríkið eru greinilega orðnar á allara vitorði á þessum tíma. Aristófanes að gera grín að því, að fjalla það á krítískan hátt. Og þarna líka komin ástæðan fyrir því af hverju mér finnst mikilvægt að segja þessa sögu fyrir okkar samfélag sem hefur verið næstu því búið að búa sér til stjórnarskrá, nýja eða í umræðu stjórnarskrá og á í innri átökum þingræðið sitt. Því þarna hægt að horfa á fólk sem fyrir 2300 árum sem á í þessum sömu átökum glímir við efnahagslegt misrétti, við spillingu, valdahjólið sem fer í hringi og ríkisvald sem misnotað og menn ekki sammála til hvers menn eiga að nota ríkið. Og það átakanlega hressilegt að, finnst mér, að horfa á þetta samtal. Fabla verksins þetta hóp eða konur sem taka völdin í mjög karllægu samfélagi. Og í rauninni tengist þetta verk ekki feminisma eða stöðu kvenna því leyti að þetta í heimi þar sem konur hafa veika stöðu en taka völdin með brögðum og eru því svona, hvað maður segja, utan útlagar eða minnihlutahópur sem nær völdum og reyna að leysa vandamál samfélagsins. Og þær eru þær sem rauninni eru þá, reyna að koma á fót þessum platónsku hugmyndum sem steita á hinu briska eðli mannsins, eins og það hafa gert það síðan. Við erum hér auðvitað alltaf að svara á spurningunni hvers vegna Þjóðleikhús. Með hver einustu sýningu erum við að reyna að svara því. En því Þjóðleikhús menningartæki sem að betra okkur. Og maður getur sagt að leikhús eins og aðra listgreinar og fjölmiðlar eru endalaust að segja okkur hvaðan við erum að koma og hvar við erum stödd. Og af hverju? Vegna þess að við, manneskjur, hópar, við þurfum alltaf að taka ákvarðanir hvert ferðin heitið. Það hefur líka gildi að skemmta fólki, það líka mikilvægt og best náttúrulega að skemmta og mennta og skemmta fyrst og mennta svo í gegnum það.